Góðan dag og velkomin til fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar nr. 240. Til fundarins í dag eru mættir aðalmenn Eva Margrét Jónudóttir, Eðvar Ólafur Traustason, Thelma Dögg Harðardóttir, Sigurður Guðmundsson, Bjarni Bjarnadóttir, Sigrún Ólafsdóttir, Ragnhildur Eva Jónsdóttir og sá sem hér stendur, Davíð Sigurðsson. Varamaður í dag er Þórður Brynjarsson í fjarveru Guðveigar Eyglóardóttur. Fyrir liggur dagskrá í 25 liðum og forseti ætlar að byrja fundinn á óska eftir að taka inn með afbrigðum 2 ný mál, annars vegar mál sem yrði númer 16 sem er dýravelferðarmál og mál númer 17, það er tímasetning næsta sveitarstjórnarfundar. Eru einhverjar athugasemdir við það? Svo er ekki. Þá hefjum við bara dagskrána og fyrsti liður á dagskrá er skýrsla sveitarstjóra. Og ég gleymi að kynna fundargerð í dag ritar sveitarstjóri Stefán Broddi Guðjónsson. En ég gef honum orðið undir þessum fyrsta lið, skýrslu sveitarstjóra. Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, íbúar Borgarbyggðar og aðrir góðir áheyrendur og gestir. Gleðilega barnamenningarhátíð til lukku með árangurinn í körfunni, gleðilegt sumar, góðar kveðjur í sauðburðinn, þar og nú að taka. Það var mjög gaman að sjá og það er mjög gaman að sjá barnamenninguna lita samfélagið og sveitarfélagið, að koma í skólana sem hafa opnað byggingar sínar. Ég ætla að þakka 2 gríðarlega öflugum 9. bekkingum fyrir sem veittum með leiðsögnum grunnskólan í Borgarnesi í gær. Það hefur töluvert breyskaldsegur þar síðan að ég valsaði þar ganga á kennslutór, en það er bara frábært. Það er gaman að sjá bara litadýrðina og fjörið og lífið og hversu öfluga krakka við. En svo er þetta gríðarlega gaman á dýrunum í Hálsaskógi síðustu helgi í uppsetningu söngleikjadeildar tónlistarskólans og líka fyrir svona að því maður leiðum maður aðeins að horfa tilbaka, bara að sjá hvað krakkarnir allir öflugir að koma fram, bara hvað eru til í þetta, gera hlutina vel, undir svo flottir leiðsögn, takk fyrir skemmtunina, vel gert, takk fyrir. Talandi listir, það er búið að auglýsa eftir tilnefningum í nafnbótina listamanneskja Borgarbyggðar fyrir árið 2023, allt það á heimasíðu Borgarbyggðar. Nú svo á þriðjudaginn þá fer fram kynning og umræða verkefnið Sögutorgin. Það er kynning á forhönnun á svæðinu frá Skalló að Brákarsundi, byggir á smoothies rannsóknarverkefninu sem lagt var af stað með fyrir rúmu ári, hvet íbúa til þess að mæta á fundinn. Þetta getur heldur afar áhugavert og gaman að fá skoðanir og tillögur og hugmyndir inn í þessa vinnu sem að nú fer fram. Nú, var aðeins að ríða upp svona það sem á daga mín hefur drifið. Í fyrradag fór ég hér fram í Hjálmakletti, landssamband, árslandsfundur, landsambands eldri borgara á Íslandi. Og gaman svona stór samkoma, svona stór hópur, skuli velja að koma til okkar. Og svona samtölum að dæma tókst afræld vel til, dæmum bara hvað þetta hús hér laða til sín flotta menningu, gesti og gerðu góður rómur allir því sem hér fór fram. Svo fikk ég aldaræðu, var dálítið að monta mig fyrir hönd okkar íbúa Borgarbyggðar og auðvitað þar er augljóslega mörgu að taka og gaman tala. En svona því ég var að segja til lukku ýmsa hluti rétt áðan, þá vil ég óska kæru íbúum sveitarfélagsins til lukku með trausta fjárhagsstöðu. Því að fyrir sveitarstjórn í dag liggur ársreikningur sveitarfélagsins til seinni umræðu. Eins og allir sem hafa fylgst með fréttum er traust fjárhagsstaða sveitarfélaga ekki sjálfgefin og mikilvægt að við séum á þeim stað að svona staðan sé traust, ekki bara í samanburði við önnur sveitarfélög, heldur bara fyrir þau verkefni sem framundan eru. Og svona áður en ég svona rétt renni yfir svona einhver atriði sem ég hef skipta máli í því, þá langar mér bara að þakka mínu samstarfsfólki hjá sveitarfélaginu, samstarfsfólki og stjórnendum kærlega fyrir ykkar mikilvægu aðkomu og jafnframt kjörnum fulltrúum
og íbúum fyrir að við skulum vera á þessum stað í dag. Nú, fyrstu drög að ársreikningi voru kynnt í byggðaráði þann 19. apríl síðastliðnum. Þá var upplýst eins og þetta nú til annar umræðu í sveitarstjórn, en þá var upplýst og það hefur ekkert breyst, þegar staðan að er að ræða 305 milljóna króna jákvæða niðurstöðu af A-hluta og 368 milljóna króna jákvæða afkomu af samstæðu árun 2022. Nú framlegð, veltuverð frá rekstri og handbært fé frá rekstri voru jafnframt vel yfir áætlunum og skuldahlutföll að lækka, þó skuldir hækki að nafnvirði í mikilli verðbólgu. Leið og góð afkoma ánægjuefni, þá megum við auðvitað ekki vera værukær. Það eru miklar fjárfestingar á áætlun sem kalla á lántöku. Við þurfum á þessari háu framleiða rekstri að halda til að tryggja sjálfbæra rekstur í gegnum þær fjárfestingar sem framundan eru. Það er ekki síður mikilvægt að reyna að komast hjá því að auka skuldir samt í því háa vaxtaumhverfi sem nú og mikilli undirliggjandi verðbólgu. Á þessu ári erum við að leggja grunninn að fjárfestingum næstu ára en fjárfestingaráætlun fyrir þetta ár fremur hófstillt og ég held að það sé skynsamlegt. Þetta ár eins og að byrja eins og því síðasta endaði, það í háum verðbólgutakti, í vaxtahækkunum, en leið góðu efnahagsástandi og góðu atvinnuástandi, ekki síst hér í borgarbyggð. Og íbúum hefur haldið áfram að fjölga, en íbúar í sveitarfélögunum síðast þegar við tókum stöðuna, sem bara mánudaginn, þá voru þeir 4.233 talsins en höfðu verið 4.087 í ársbyrjun. Og ég veit að þið eldsnögga reikna sem eru að hlusta en þetta að ræða 3,5% fjölgun íbúa, það sem af ári og það bil 9% fjölgun á ársgrundvelli. Mér finnst sterk undiralda með okkur í samfélaginu og í okkar samfélagi. Hér eru fjölbreyttari búsettumöguleikar en í flestum öðrum sveitarfélögum. Skólar eru góðir, það falleg náttúra út allt, auðvelt að komast auðvelt aðgengi að henni og menningarlífi fjölbreytt, góðar samgöngur og stutt í höfuðborgarsvæðið. Nú það eru tækifæri til búsetu og atvinnusköpunar eru óvíða meiri. Og nú bætist við að fjárhagsstaða sveitarfélagsins betri en gengur og gerist og vonandi ná að halda því þannig. Og svo þetta við íbúar borgarbyggðar bara toppfólk og það gaman að fólk vilji slást í hópinu með okkur, tökum fagnandi og móti þeim. Nú það hefur ýmis fleiri mál verið í deiglunni á vettvangi sveitarstjórnar og í sveitarfélöginu og skólamál verða sjálfsagt rædd hér á eftir, líkt og á síðasta fundi reyndar. Svona gagnvart okkur í sveitarfélaginu stærsta verkefni á þeim vettvangi þessa mundir að ljúka við hönnun og ráða síðan í endurbyggingu á Kleppjárnsreykjadeild grunnskóla Borgarfjarðar. Ég held að spennandi tímar fari í hönd og við ætlum að standa þannig að málum að húsnæði verði aðlaðandi fyrir nemendur og starfsfólk og það verði eftirsótt bæði að stunda nám og starfa í húsinu og húsið haldi vel utan bæði börnin og starfsfólki okkar. Hér við líka að leggja fram til seinni umræðu breytingar og skipuriti Borgarbyggðar. Sú vinna var unnin í mjög góðu samstarfi allra sviðsstjóra og sveitarstjórnar og ég vil þakka sveitarstjórn kærlega fyrir gott samstarf þá vinnu. Ég tel að við séum það svona fyrst og fremst að auka skilvirknina hjá okkur. Við erum að leggja áherslu á að styrkja stjórnsýsluhlutann, líkt og ákveðið var að styrkja skipulagshlutann hjá okkur síðasta sumar. Við erum í raun og ekki að auka kostnaði stjórnsýslunum með þessu og þetta breytir ekki fjárhagsáætlun neitt. Meginatriði þarna að sameina stjórnsýsluhlutann og fjármálastjórnina. Lilja Björg Ágústsdóttir mun leiða þetta svið, nýtt stjórnsýslusvið og þá fjármálasviðum leið og Eiríkur Ólafsson mun síðan stýra fjármálahluta þess. Stjórnsýsluhlutin þar með aðskilinn frá skipulags-, umhverfis-, landbúnaðar- og framkvæmdamálunum sem hafi verið partur af þessu líka og undirstrika að stjórnsýslan voru lögfræði ráðgjöfin til að mynda sem henni fylgir starfi þá þvert á sviði. Og það verður ráðinn nýr sviðsstjóri fyrir skipulags- og umhverfissvið en við erum ekki þarna að auka kostnað svo það sé aftur sagt. Nú, það ekki hægt að ljúka þessu nema að óska meistaraflokki karla í körfunni til hamingju með að vera svona næstu því búin að tryggja því sæti í úrvalsdeild en það var bara svo gaman og ég vil þakka þeim fyrir og öllu þessum að koma fyrir að auðvitað frábæran árangur en líka fyrir að þjappa samfélaginu svona saman með svona frábærlega skemmtilegum hætti eins og tókst og við tökum þetta bara ári.
En auðvitað þurfti náttúrulega stelpurnar að toppa strákana, þannig að ég vil óska stelpurum í 10. flokki Skallagríms innilega til hamingju með frábæran Íslandsmeistaratitil. Vel gert. Nú svo er þetta bara sumargleðin framundan í sportinu, mannlífinu, allt það að skella á. Það veit á gott sumar. Takk fyrir mig. Já, við þakka sveitarstjóra fyrir greinargóða skýrslu. Þá er komið að öðrum lið á dagskrá þessa fundar. Það er ársreikningur Borgarbyggðar 2022 með málsnúmerið 2303-271. Ársreikningur Borgarbyggðar fyrir árið 2022 er hér lagður fram til seinni umræðu. Með ársreikningnum fylgir sundurliðunarbók, skýrsla endurskoðenda og ábyrgðar- og skuldbindingayfirlit. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson hefur beðið orðið. Varaforseti, sveitarstjóri, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég vil fyrir hönd minnihlutans leggja fram eftirfarandi bókun við þennan lið. Hann er svohljóðandi. Minnihluti sveitarstjórnar Borgarbyggðar lýsir ánægju sinni með rekstrarniðurstöðu sveitarfélagsins árið 2022. Rekstrarniðurstaðan endurspeglar þá góðu vinnu sem unnið hefur verið undanfarin kjörtímabil sem miðuðust allar að því að styrkja rekstur sveitarfélagsins sem hefur eflst með hverju árinu og er í dag fjárhagslega öflugt sveitarfélag sem er í stakk búið til að byggja upp góða innviði. Þrátt fyrir ánægjulega ársniðurstöðu þá er það vonbrigði hvað uppbygging innviða gengur hægt og er útlit fyrir að nánast verði framkvæmdastopp hjá sveitarfélaginu í 2 ár, allt í boði meirihlutans. Því ekki er mikill ágreiningur við minnihlutanum framkvæmdir og forgangsröðun þeirra, heldur virðist skorta kjark og dug hjá meirihlutanum til að láta hendur standa fram úr ermum og framkvæma hlutina, því ekki skortir á þörfin á innviðauppbyggingu. Í ljósi góðra niðurstöðu síðast liðins árs sem kom endanlega í ljós eftir að fjárhagsáætlanavinnu 2023 var lokið, leggur minnihlutinn til að fjárhagsáætlun 2023 verði endurskoðuð og ef svigrúm er til að gefnu tilliti til fjárfestinga, tekna og gjalda, að álögur á íbúa verði endurskoðaðar. Já, takk fyrir það, Sigurður. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs til þessum dagskrárlið? Svo er ekki. Skil ég það rétt, Sigurður, og þú viljir leggja fram tillögu til atkvæðagreiðslu Já, þetta eru tilmæli til sveitarstjórnar. Ok, takk fyrir það. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessum dagskrárlið síðari umræðu ársreikning Borgarbyggðar árið 2022. Og þá ætla ég bara að bera ársreikninginn upp til atkvæða. Og þeir sem að samþykkja framlagðan ársreikning gjöra svo vel að gefa merki. Hann er samþykktur samhljóða. Þá er komið að þriðja lið á dagskrá. Það er breyting á skipuriti Borgarbyggðar apríl 2023 með málsnúmerið 2304-088. Og það er afgreiðsla frá fundi sveitarstjórnar númer 239 þar sem hún samþykkt að vísa tillögum með breyting á skipuriti Borgarbyggðar til seinni umræðu í sveitarstjórn. Og fyrir liggur að, tillaga er að
breyting á samþykktum stjórn borgarbyggðar númer 1213 frá 2022 með síðari breytingum vegna breyting á skipulagi eru hér með lagðar fram til síðari umræðu í sveitarstjórn. Ég gef orðið laust. Eva Margrét Jónudóttir hefur beðið orðið. Forseti, sveitarstjóri, fundamenn og aðrir áheyrendur. Mér finnst ég bara verða að segja nokkur orð undir þessum lið þar sem að það stendur til að leggja niður nefnd sem að ég hef starfað í sem formaður á þessu kjörtímabili. Ég hef ekki sett mig á móti þessum breytingum á neinn hátt vegna þess að það eru margar réttar leiðir í átt að sama markmiði og hægt að gera hlutina með mörgum mismunandi aðferðum og ég sé alveg hagkvæmnina í þessum breytingum. Og ég treysti því að atvinnumarkaðs- og menningarmál sveitarfélagsins munu ekki taka minna pláss þó að þau fari aðrar götur. En við erum alltaf að reyna að gera betur og ef þessi tilraun fer eitthvað út þúfur, þá verður bara breytt tilbaka. En mér langaði líka bara að nýta tækifærið hérna og að þakka þessu frábæra fólki sem að ég fengi að starfa með í atvinnumarkaðs- og menningarmálanefnd fyrir frábært samstarf. Þá á ég bæði við nefndarmenn en einnig starfsmann nefndarinnar, Anna Maríu Neves, samskiptastjóra sem hefur reynst okkur mjög vel. Takk. Já, takk fyrir það, Eva. Ég held að við getum bara tekið undir það að við erum öll ánægð með nefndarmenn og starfsfólk nefndarinnar. Eru fleiri sem vilja kveðja til hljóðs? Svo ekki. Þá ætla ég að bera til atkvæðis í síðari umræðu breyting á skipuriti borgarbyggðar. Þeir sem eru samþykkir vil sannarlegast að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að fjórða lið á dagskrá. Það er barnvænt sveitarfélag vinnuhópur. Með málsnúmerið 1911-117. Teymi forvarnir, heilsueflandi samfélag og barnvænt samfélag óskar eftir tilnefningu einum fulltrúa meirihluta og einum fulltrúa minnihluta sveitarstjórnar í stýrihópum barnvænt samfélag. Hlutverk stýrihóps er að samræma og stýra innleiðingu barnasáttmálans innan sveitarfélagsins. Samkvæmt leiðbeiningum frá UNICEF eiga að vera í stýrihópnum að minnstakosti einn kjörinn fulltrúi frá meirihluta, einn kjörinn fulltrúi frá minnihluta, einn starfsmaður á hverju sviði sveitarfélagsins, umsjónarmaður barnvæns sveitarfélags og 4 ungmenni. Við erum komið með tillögur að tilnefningum fyrir hönd sveitarstjórnar og það er annars vegar Þórunn Unnur Birgisdóttir og hins vegar Bjarney Bjarnadóttir. Og ég legg það bara til samþykktar. Þeir sem eru þessari tillögum samþykkir, vinsamlega að skrifa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 5. lið á dagskrá. Það er val á listamanni borgarbyggðar með málsnúmeri 2206-059. Það er afgreiðsla frá 47. fundi atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar. Nefndin samþykkti að breyta heiti á listamanni borgarbyggðar í listamannesku borgarbyggðar og vísar þeirri samþykkt til afgreiðslu í sveitarstjórn. Ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir drög að bókun. Það er sveitarstjórn samþykkir að breyta heiti á listamanni borgarbyggðar í listamannesku borgarbyggðar. Og ég bið ykkur að gefa merki ef þeir eru samþykkt því. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 7. lið á dagskrá. Það er samstarfssamningur hátíðar í borgarbyggð nr. 2101-027 og það er afgreiðsla frá 47. fundi atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar. Nefndin samþykkti drög að uppfærðum reglum vegna hátíða í borgarbyggð og vísar þeirri samþykkt til afgreiðslu í sveitarstjórn. Ég gef orðið laust.
Eva Margrét Jónadóttir. Forseti, fundamenn og aðrir, ég ætla bara aðeins að fá að fylgja þessu úr hlaði og segja hvað þetta snýst. Þetta sem sagt bara aðeins verið að skerpa á reglunum þannig að við erum að reyna að hvetja þá sem eru að standa fyrir viðburðum frekar til að sækja í menningarsjóð og gera aðeins skýra línu á milli þess hvað sannarlega hátíð og hvað viðburður. Og þar auki líka verið að gera nefndinni kleift sem á að afgreiða umsóknirnar að sem sagt ákvarða fjármagn í styrk eftir umfangi hátíða. Þannig að stórar hátíðir geta fengið meiri fjármagn en litlar hátíðir. En það ekki með þessum skýrari reglum verið að reyna að útiloka að einhver fái styrk, heldur þá ef umsóknin passar ekki hér inn, þá bara tilbúin til annarkvort auka til að fá styrkinn eða fara þá frekar undir menningarsjóð. Bara til að útskýra aðeins. Takk. Já, takk fyrir það, Eva. Eru fleiri sem að vilja kveðja sér hljóðs? Svo ekki. Þá liggur fyrir drög að bókun. Sveitarstjórn samþykkir uppfærða reglur samstarfssamninga vegna hátíða í sveitarfélaginu. Og ég bið ykkur að gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það 7. liður á dagskrá. Það breyting á aðalskipulagi borgarbyggðar, lóðir, spildur og jarðapartar með málsnúmeri 2110-178. Það afgreiðsla frá 53. fundi skipulags- og byggingarnefndar. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framleiða breyting á stefnu fyrir landbúnaðarsvæði í aðalskipulaginu til auglýsingar samkvæmt 1. málsgrein 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010 að undangenginni athugun skipulagsstofnunar. Ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir drög að bókun. Sveitarstjórn samþykki framlagða breytingu á stefnu fyrir landbúnaðarsvæði í aðalskipulaginu til auglýsingar samkvæmt 1. málsgrein 36. grein skipulagslaga nr. 123/2010 sem auglýst verði samkvæmt 31. grein sömu laga að undangenginni samþykkt skipulagsstofnunar. Og já, ég bið ykkur að gefa merki þeir sem eru samþykkt þessu. Það samþykkt samhljóða. 8. liður, deiliskipulag Hafnarfjall, óskum umsögn Hvalfjarðarsveit með málsnúmeri 2304-036. Það afgreiðsla frá 53. fundi skipulags- og byggingarnefndar. Skipulags- og byggingarnefnd borgarbyggðar gerir ekki athugasemd við breytinguna en vill árétta að þess verði gætt að lýsing við hús verði lágstemmd. Endanlegri afgreiðslu vísað til sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir drög. Sveitarstjórn borgarbyggðar gerir ekki athugasemd við breytingartillögu deiliskipulags fyrir Hafnarfjall 2 í Hvalfjarðarsveit. Og þeir sem eru samþykkir þessari bókun. Það samþykkt samhljóða. Þá það 10. liður á dagskrá. Það útboð vegna ræstinga með málsnúmeri 2211-229. Það afgreiðsla frá 631. fundi byggðarráðs borgarbyggðar. Já, fyrirgefið, ég hoppaði við lið hérna. Það liður 9. Krafa vegna Mávakletts 10 með málsnúmerið 2211-232. Það afgreiðsla byggðarráðs frá fundi nr. 632. Þar sem málinu hafði verið vísað aftur inn í byggðarráð með bókun sveitarstjórnar dagsetta 9. febrúar 2023. Þar sem kalla átti eftir frekari gögnum. Hefur nú verið lögð fram yfirlýsing Birkis Más Gunnarssonar dagsett 23. apríl 2023. Byggðarráð leggur til að samkomulagið verði staðfest og vísar afgreiðslunni til sveitarstjórnar. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs.
Þá liggur fyrir bókun. Sveitarstjórn staðfestir framlagðan samning og felur sveitarstjóra að fylgja málinu eftir. Og ég bið ykkur að gefa merki sem eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. 10. liður. Útboð vegna ræstinga með málsnúmeri 22.11.229. Það afgreiðsla frá 631. fundi byggðarráðs Borgarbyggðar. Framlagt minnisblað með tillögum fyrirkomulag ræstingar hjá Borgarbyggð. Lagt til að ræstingar við grunnskólan í Borgarnesi, Ölduna, Frístund, Óðal, leikskólan Andabæ, tónlistarskóla Borgarfjarðar og Ráðhús Borgarbyggðar verði boðnar út fyrir 1. júní 2023 og að leita verði liðsinnis ráðgjafa við gerð útboðsgagna en að öðru leyti munu sviðsstjórar halda utan ferlið. Ákvörðunin byggð á afgreiðslu byggðarráðs frá 3. nóvember síðastliðnum en þar segir að við mat á breyttu fyrirkomulagi ræstinga sé mikilvægt að horfa til dæmis til gæða, sveigjanleika og fyrirsjáanleika í mönnun, hagkvæmni og áhrifa á starfsemi viðkomandi stofnana. Ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir drög að bókun. Sveitarstjórn samþykkir að boðnar verði út ræstingar við grunnskólan í Borgarnesi, Ölduna, Frístund, Óðal, leikskólan Andabæ, tónlistarskóla Borgarfjarðar og Ráðhús Borgarbyggðar. Að leitað verði liðsinnis ráðgjafa við gerð útboðsgagna en að öðru leyti muni sviðsstjóra halda utan ferlið. Þeir sem eru samþykkir þessari bókun, vinsamlegast gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það 11. liður á dagskrá. Það aðalfundarboð nemendagarða Menntaskóla Borgarfjarðar 2023 með málsnúmeri 2304-246. Það afgreiðsla frá 631. fundi byggðarráðs. Aðalfundarboð nemendagarða Menntaskóla Borgarfjarðar 9. maí 2023. Framlagt og sveitarstjóra falið að mæta á fundinn fyrir hönd Borgarbyggðar. Gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir drög staðfest að sveitarstjóri fari með umboð til að mæta á fundinn fyrir hönd sveitarfélagsins. Þeir sem eru samþykkið því. Og það samþykkt samhljóða. Þá það 12. liður á dagskrá. Smoothies rannsóknarverkefni þéttbýlisgreining með málsnúmeri 21.05.052. Það afgreiðsla frá 630. fundi byggðarráðs. Tillaga framlögð. Byggðarráð felur sveitarstjóra að ganga til samninga á grundvelli hennar með fyrirvara samþykki sveitarstjórnar. Byggðarráð hefur væntingar til þess að tillagan verði mikilvægur grundvöllur frekari þróunar neðri bæjar Borgarnes sem styrkir mannlíf og menningu og gerir sögu byggðar í Borgarnesi hátt undir höfði. Fjármögnun vísar til vinnu við nýtt aðalskipulag og viðauka við fjárhagsáætlun. Það var samþykkt samhljóða. Og það var framlagður samningur við Alternans SLF ráðgjöf, samráð, frumhönnun almenningssvæða og torga milli Skallagrímsgarðs og Brákarsunds í framhaldi af rannsóknarskipulagi Borgarnes sem unnin var af Alternans SLF fyrir Borgarbyggð. Ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir drög. Sveitarstjórn staðfesti framlagðan samning við Alternans SLF varðandi ráðgjöf og hönnun dagsettan 17. apríl 2023. Þeir sem eru samþykkir, vinsamlegast gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það 13. liður á dagskrá. Það kosningar í ráð og nefndir 2022-2026 með málsnúmeri 22.05.140. Valur Örn Vífilsson hefur beðist lausnar sem fulltrúi í fjölmenningaráði og lagt til að í hans stað verði skipuð Sjöfn Hilmarsdóttir. Ég gef orðið laust þessa tillögu. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir drög. Sveitarstjórn þakkar Vali Vífilssyni fyrir velunnin störf og skipar Sjöfn Hilmarsdóttur sem fulltrúa í fjölmenningaráð Borgarbyggðar. Þeir sem eru samþykkir því, vinsamlegast gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það 14. liður á dagskrá sem heiti Varmaland, nemendafjöldi næsta skólaárs 2023-2024 með málsnúmeri 23.03.217.
og Sigurður Guðmundsson, sveitarstjórnarfulltrúi, óskaði eftir að eftirfarandi mál yrði tekið á dagskrá sveitarstjórnar og umræðir mál frá 220. fundi fræðslunefndar Borgarbyggðar. Já, og aðeins. Já, það framhald frá síðasta fundi fræðslunefndar. Í aðalnámskrá veitt leiðsögn hvernig skólum ber að tryggja heilbrigði og velferð nemenda sem byggir á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Nám og námsaðferðir nemenda eru einstaklingsbundnar og mikilvægt að geta mætt þeim innan skólastofnana. Mikilvægt að öll börn fái tækifæri til að njóta styrkleika sinna sem lykilþáttur í að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. Leikur og samskipti við samnemendur jafnframt mikilvæg námsaðferð sem opnar víddir og sköpunargleði barna og ungmenna og hjálpar þeim að finna hæfileikum sínum farveg. Þá eru samskipti, samtal og speglun eigin skoðana og viðhorfa afar mikilvægur þáttur í námi og þroska. Í ljósi fámennis í Varmalandsdeild Grunnskóla Borgarfjarðar þykir ljóst að erfitt að veita nemendum þar viðeigandi tækifæri til að þroska ofangreinda þætti sem og að tryggja þeim þá greinarbundnu menntun sem þeir eiga rétt á. Fræðslunefnd leggur til að á þessum tímapunkti sé ekki farið í þær aðgerðir að sameina nemendur og unglingastíga á Varmalandi við Kleppjárnsreykja á næsta skólaári, en fræðslunefnd leggur áherslu á að nemendur fái tækifæri til að vinna saman á milli unglingastigana. Því leggur fræðslunefnd til að í tengslu við byggingu og endurbætur á Kleppjárnsreykjadeild Grunnskóla Borgarfjarðar sem fyrirhugað að ljúki árið 2025 verði þegar hafist handa við að kanna endurskilgreiningu á upptökusvæði skólahverfa og skipulagi skólastarfsins, skólaakstri og öðrum þáttum lúta því markmiði að nemendur við Varmalandsdeild Grunnskóla Borgarfjarðar verði komnir í húsnæði á Kleppjárnsreykjum árið 2025 í góðri sátt við nemendur, foreldra og starfsfólk. Á þeim tíma sé ekki gerð breyting á núverandi skólaskipan. Þá sé einnig mikilvægt að fræðslunefndin fái kynningu á nýju skólahúsnæði á Kleppjárnsreykjum. Þetta var samþykkt samhljóða. Ég gef orðið laust undir þessum liði. Thelma Harðardóttir. Ágæti forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Síðustu daga hefur skapast mikil umræða bókun fræðslunefndar Borgarbyggðar þar sem kemur fram að ljóst að erfitt að veita nemendum við Varmalandsdeild Grunnskóla Borgarfjarðar þau tækifæri sem aðalnámskrá krefst af skólastofnunum vegna fámennis. Því leggur fræðslunefnd til að þegar verði hafist handa við að kanna endurskilgreiningu á upptökusvæði skólahverfa með það að markmiði að nemendur Varmalandsdeildar sameinist nemendum á Kleppjárnsreykjum í nýrri skólabyggingu á síðarnefndum staðnum. Það auðlesið út úr bókuninni að ekki verður hróflað við skólastarfinu næstu 2 árin á meðan framkvæmdir eru í gangi á Kleppjárnsreykjum. Það því nægur tími til stefnu til að koma á farsælli niðurstöðu hver sem hún verður. Við í minnihluta sveitarstjórnar spyrjum nú hreinan meirihluta framsóknarmanna: hver ykkar ósk í þessu máli? Hvaða loka niðurstöðu viljið þið sjá eftir 2 ár? Í málefnayfirlýsingu meirihlutans má lesa að stefnt verði að því að gera áætlun framtíðaruppbyggingu og endurbætur á leik- og grunnskólum sveitarfélagsins. Nú þegar hafin vinna við viðbyggingu við Ugluklett og Kleppjárnsreykjum, en hvar þessi stefna? Hvernig verður framtíðaruppbyggingu háttað annars staðar í sveitarfélaginu og í hvaða röð samkvæmt þessari áætlun ykkar? Meirihlutinn með einhver leikplan sem ekki opinbert öðrum í sveitarstjórn eða íbúunum sjálfum? Hvernig sjáið þið fyrir ykkur að uppfylla loforð ykkar að aðstaða nemenda til íþróttakennslu, frístunda og skólalóða sé sambærileg á skólasvæðunum öllum? Eins og stendur bókstaflega í ykkar málefnayfirlýsingu, hvernig ætlið að gera þetta? Í málefnayfirlýsingunni nefnið einnig að vilji ykkar að fara í greiningu á opnun leikskóladeildar við Varmaland. Þegar þið settu fram þessa hugmynd í málefnayfirlýsingunni, hvað sáuð þið fyrir ykkur? Samrekin leik- og grunnskóla á Varmalandi? Bara leikskóla á Varmalandi? Þið kannski hætt við þennan part?
Öllum er ljóst að Framsókn ætlaði sér stóra hluti í kosningabaráttunni fyrir ári síðan. Það skortir þá algjörlega opinbert plan sem íbúar sveitarfélagsins og tilvonandi nýbúar geta stutt sig við þegar kemur að búsetuvali og fyrirsjáanleika. Já, takk fyrir þetta, Thelma Harðardóttir. Eru fleiri sem að vilja? Já, Eva Margrét. Forseti, sveitarstjóri, fundamenn og aðrir áheyrendur. Það er alveg ljóst að þetta plan sem að þú, Thelma Harðardóttir, óskar eftir að við leggjum fram og segjum hvernig hlutirnir eiga að vera, verður ekki lagt fram hér og nú og slíkt verður ekki lagt fram án þess að fara í samtal við samfélagið. Skipan skólamála er gríðarlega flókið mál og erfitt að spá fyrir framtíðina. Við verðum að ræða þetta að alvöru vegna þess að ákvarðanir varðandi skólamál eru ekki teknar með puttan upp í loftið og í fljótfærni. Þó að fræðslunefnd leggi til að sá möguleiki sé skoðaður að færa starfsemi GBF undir eitt þak innan X ára, þá þýðir það ekki að sveitarstjórn eða meirihluti hafi neglt í stein að starfsstöðvum á Varmalandi og Hvanneyri verði lokað innan fárra ára eins og sumir halda, bara svo það sé alveg á hreinu. Þetta þýðir einfaldlega það sé vilji til að taka samtalið og draga alla að borðinu áður en það verður farið í einhverjar pólitískar ákvarðanatökur. Fyrst og síðast þá snýst þessi umræða börnin. Og til þess að vera samkeppnishæft sveitarfélag með tilliti til þeirra starfsaðstöðu sem við viljum bjóða nemendum og starfsfólki grunnskóla í uppsveitunum upp á, þá þurfum við að velta við öllum steinum. Þetta snýst félagsþroska barnanna og svo má nefna aðstöðu til tómstunda og íþróttaiðkunar í því samhengi eins og hefur komið fram. En við vitum það að þegar fjölskyldufólk er að velja sér búsetu, þá hafa þessir þættir gríðarlegt vægi í ákvarðanatöku. Og við stjórnum því ekki hvar fólk vill setja stað, en við getum haft áhrif á það með því að skapa aðstæður sem að skipta fólk hjartans máli. Og þetta er það sem fólk veltir fyrir sér þegar það er að velja sér lóð og annað. En nú stendur til að fjárfesta fyrir 2 milljarð í uppbyggingu á skólahúsnæði á Kleppjárnsreykjum, sem eru gríðarlegar peningaupphæðir, sérstaklega í þessu vaxtaumhverfi sem er núna. Og það sjá það allir að sveitarfélagið hefur ekki burði til að fara í aðrar eins fjárfestingar bæði á Varmalandi og á Hvanneyri í mjög náinni framtíð. Og það er ekkert óeðlilegt að með tilliti til nemendafjölda núna þá séum við að velta þeirri spurningu upp hvort að það væri spennandi kostur með tilliti til starfsaðstöðu að sameina GBF undir eitt þak þegar framkvæmdum er lokið. En auðvitað eigum við að skoða alla möguleika og taka samtalið við samfélagið. Það getur alltaf komið upp svo niðurstaða að þessi hugmynd sé bara galin. Forsendur geta breyst sem hefur áhrif á allar ákvarðanir, en það er ábyrgðarlaust að taka ekki umræðuna í ljósi þessara stóru framkvæmdar sem lagt er upp með. En þessu verður ekki svarað hér í dag. Takk. Takk fyrir það, Eva. Eru fleiri sem að vilja kveðja sér hljóðs? Sigurður Guðmundsson. Varaforseti, sveitarstjóri, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég þakka þér fyrir greinagóða svör við spurningunum, þó að við höfum ekkert fengið nein svör við þeim. Þannig séð, en þá vil ég hins vegar leggja fram ákveðna tillögu til afgreiðslu. Hún er eftirfarandi. Minnihluti sveitarstjórnar Borgarbyggðar leggur fram eftirfarandi tillögu til afgreiðslu. Að sveitarstjórn Borgarbyggðar feli fræðslunefnd að vinna sviðsmyndagreiningu þá valkosti sem mögulegir eru í skipan skólastofnana og skólahverfa í Borgarbyggð sem heild,
þar sem allir mögulegir kostir skólaskipan og skólahverfa verða skoðaðir og lagðir fram til kynningar. Leiðarljósið í þeirri vinnu verði samfélagsleg áhrif, þjónusta við nemendur og foreldra og nýting fjármagns. Fræðslunefnd fær heimild til að ráðgjafa sér til aðstoðar og vinna verði hraða eins og mögulegt þannig að valkostir framtíðar skólaskipan liggi fyrir í lok ágúst til kynningar fyrir sveitarstjórn og íbúa. Takk fyrir það, Sigurður. Ég gef orðið áfram laust. Já, Bjarni. Bjarni Bjarnadóttir, við biðjum orðið. Varaforseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Í framhaldi af þessari umræðu, sem mjög þörf, að það langar mig aðeins að fá að nefna núverandi starfsaðstæður á Varmalandsdeild Grunnskóla Borgarfjarðar. Svo við vitum öll að það hefur síðastliðið ár verið strembið þar upp frá. Nánast vikulega komið 9 nemendur sem að flýja hörmulegar aðstæður í sínu heimalandi. Nemendur sem eru á mismunandi aldri, tala ekki tungumálið og staldra mislengi við. Það segir sig sjálft að þetta setur mjög mikið álag á skólastarfið og hætt við að þetta hafi áhrif á gæði náms. Einnig allur gangur á því hvort þetta séu nemendur sem að stefna því að fara aftur heim eða að sjá fyrir sig að ílengjast, það segja fjölskyldu þeirra, og þannig að þau eru hérna á mismunandi forsendum sem að gera þetta líka enn meira krefjandi fyrir starfsfólk skólans. Þannig að algjörlega bursi með frá því hvað verður með framtíðarskipan skólamála í sveitarfélaginu, að þá þetta mál sem þarf að bregðast strax við. Við erum ekki farin að sjá fyrir endan á þessu, við vitum ekki hvað verður, við erum ennþá að fá, og svo virðist líka vera allur gangur á því, það að koma nemendur sem þau vissi ekki að vera að koma og sum bara hverfa jafn skjótt og braut aftur. Þetta mjög flókin staða og þetta eitthvað sem þarf að reyna að bregðast við og skapa viðunandi aðstæður, bæði fyrir starfsfólk og nemendur þarna frá. Við erum að tala það allan að 2 ár án að verða einhverjar breytingar á skólaumhverfi, en allan að með við þær upplýsingar sem ég hef og get ímyndað mér með minni reynslu sem kennari, að þá erum við bara að sjá fram á útbrunna kennara, útbrunni starfsfólk og nemendur sem ekki að fá það nám sem þau eiga rétt á. Takk fyrir. Takk fyrir það, Bjarni. Eru fleiri sem Eðvar Ólafur hefur beðið orðið? Varaforseti, sveitarstjóri, ágæta sveitarstjórn. Ég kem hér upp sem formaður fræðslunefndar. Langar kannski bara svolítið að útskýra aðkomu fræðslunefndar að þessu máli. Fyrir lá að það voru áhyggjur af elstu bekkjum á Varmalandi, hvað varðar fæð þeirra. Þær eru mjög fáir nemendur og þau eru ákveðin hátt að einangrast svolítið félagslega. Og það var nú það sem að þetta mál snerist í upphafi. Ég verð að hrósa fræðslunefnd sem á fulltrúa bæði í minnihluta og í meirihluta. Hún hefur unnið einstaklega faglega að þessu máli og ég vil svolítið kannski minna á það að hlutverk fræðslunefndar þetta fagleg nefnd. Hún ekki að fara að taka einhverjar ákvarðanir krónur og aura, heldur hún að taka á málum sem koma upp innan skólastarfsins og í þessu máli höfum við miklar áhyggjur af þessum aðstæðum sem að myndast upp á Varmalandi og Bjarni kom ágætlega inn á aðrar áskoranir sem við erum að eiga við þar. En eiga svo sem ekki við þennan lið sem við höfum verið að ræða hér. En
Ég fagna svo sem því að við ætlum að taka þetta heildstætt yfir, en ég vil kannski benda því Sigurður á líka að það hafa verið keyptir sérfræðingar til þess að fara yfir þessi mál upp í Varmalandi. Þannig að það nú bara vinnuregla í þessu blessaða sveitarfélagi okkar að vinna mál þannig. En miðað við þennan afgreiðslulið sem hér liggur fyrir þá var þetta bara ákvörðun okkar út frá þeim aðstæðum sem voru þar. Þannig ég vildi bara að það er alveg rammað inn að máli snerist nemendafjölda á Varmalandi í 8. og 9. og 10. bekk. Takk fyrir það, Eðvarð. Eru fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs? Eva Margrét. Forseti, sveitarstjóri, fundarmenn og áheyrendur. Ég vil leggja það til að sveitarstjórn Borgarbyggðar í heild sinni styðji við þessa tillögu fræðslunefndar sem liggur fyrir að fari verði í vinnu við það að skoða hvort að það þurfi að endurskilgreina upptökusvæði skólahverfa, skipulag skólastarfs og skólaakstur á starffræði grunnskóla Borgarfjarðar. Takk. Takk fyrir það. Og eru fleiri sem að kveðja sér hljóðs? Bjarni. Varaforseti, sveitarstjórnarfulltrúar, ég ætla bara aðeins að fá bregðast við því sem Eddi sá að það sem ég hafi ekki komið beint undir þennan lið. Þetta er samt alveg tengt vegna þess að ef við sjáum fram á að þetta er eitthvað sem verður framhald á, að þá erum við líka að horfa fram á aðra forsendur og ég vil bara að það verði tekið með inn í þessa vinnu. Þú veist, sjáum við fram á að geta mögulega haft móttökudeild á Varmalandi eða hvernig viljum við mæta þessum hópi sem við vitum ekki alveg, þú veist, hversu lengi þetta verður og hvernig getum við þjónustað þau sem best en jafnframt haldið það vel utanum þau sem eru hérna fyrir. Þannig að allir sé að fá bæði það nám sem þau eiga rétt á og bara þurfa að halda. Þannig að ég vildi bara árétta það. Takk fyrir það, Bjarni. Eru fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs? Það eru komnar 2 tillögur til afgreiðslu hérna. Það er enginn sem kveðja sér hljóðs. Þá ætla ég að byrja á að lesa upp tillögu Sigurðar Guðmundssonar. Og hún er svohljóðandi. Sveitarstjórn Borgarbyggðar felur fræðslunefnd að vinna sviðsmyndagreiningu þá valkosti sem mögulegir eru í skipan skólastofnana og skólahverfa í Borgarbyggð sem heild þar sem allir mögulegir kostir skólaskipan og skólahverfi verða skoðaðir og lagðir fram til kynningar. Leiðarljósið í þeirri vinnu verði samfélagsleg áhrif, þjónusta við nemendur og foreldra og nýting fjármagns. Fræðslunefnd fær heimild til að ráða sér ráðgjafa til aðstoðar og vinnu verði hraðað eins og mögulegt þannig að valkostir framtíðar skólaskipan liggi fyrir í lok ágúst til kynningar fyrir sveitarstjórn og íbúa. Og ég bara bið þá sem að samþykkja þessa tillögu að gefa merki. Og hún er felld með 4 atkvæðum gegn 5. Og það er önnur tillaga sem liggur fyrir. Að finna hana. Ég ætla að biðja sveitarstjórnarfulltrúa Evu að senda mér tillöguna.
Já, og hún svo hljóðandi. Lagt til að sveitarstjórn Borgarbyggðar styðji þá tillögu, já, hún orðast á þannig, sveitarstjórn Borgarbyggðar styðji þá tillögu fræðslunefndar sem liggur fyrir að farið verði í vinnu við að skoða hvort endurskilgreina þurfi upptökusvæði skólahverfa, skipulag skólastarfs og skólaaksturs á starfssvæði grunnskóla Borgarfjarðar. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu vinsalast gefa merki. Og hún samþykkt með 5 atkvæðum gegn 4. Og þá þessum lið lokið og næsti liður á dagskrá er 17. liður, tímasetning næsta sveitarstjórnarfundar með málsnúmeri 2305 084. Já, ég hljóp hérna við 2 liði, afsakið. Það 15. liður á dagskrá, stjórn fjarskiptaumdæmis ABHS með málsnúmeri 2208 116. Það framlögð fundargerð 15. fundar stjórnar fjarskiptaumdæmis Akranarskaupstaðar, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps. Og ég gef orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Það 16. liður á dagskrá, dýravelferðarmál með málsnúmeri 2201 042. Það umræða velferð búfjár. Og ég ætla að gefa Sigrúnu Ólafsdóttur orðið. Varaþingforseti, sveitarstjóri og aðrir áhorfendur. Ég vil koma hér með innlegg undir þessum málslið. Borgarbyggð eitt stærsta sauðfjárræktar hér á landsins. Þar fer fram fyrirmyndabúskapur, matvælaframleiðsla hæsta gæðaflokki og velferð dýra nær undantekningarlaust vel sinnt. Nú stendur sauðburður sem hæst. Meðan á þeim tíma stendur alveg ljóst að skepnur eiga að vera undir verndarvæng og umsjá umráðamanna. Eigi að síður berast ítrekað erindi til sveitarfélagsins þess efnis að sauðfé af einstaka bæ njóti ekki nauðsynlegrar umhirðu og eftirlits umráðamanna og að ekki hafi nægilega verið brugðist við ábendingum slíkt á Matvælastofnun, jafnvel svo árum skipti. Það að mati sveitarstjórnar Borgarbyggðar ólíðandi. Lög velferð dýra og reglugerð meðferð sauðfjár og geitfjár að mati sveitarstjórnar alveg skýr hvað það varðar að Matvælastofnun ber skylda til að sinna eftirliti með að umráðamenn búfjár fylgi lögum og reglum. Varla þarf að taka fram mikilvægi þess að nú þegar sauðburður stendur sem hæst. Sveitarstjórn vísar því til umhverfis- og landbúnaðarnefndar að taka máli fyrir eins fljótt og unnt er. Takk. Já, takk fyrir það, Sigrún. Það hún lagði fram hér bókun og ég ætla bara að bera undir atkvæði þá sem eru samþykkir því að þessi bókun sé lögð fram í nafni sveitarstjórnar vinsalast gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá komið að 17. lið á dagskrá sem tímasetning næsta sveitarstjórnarfundar með málsnúmeri 2305 084. Næsti fundur sveitarstjórnar Borgarbyggðar áætlaður 8. júní næstkomandi. Gerði tillaga að honum verði flýtt til 7. júní næstkomandi. Ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá kemur til tillaga. Sveitarstjórn samþykkir að næsti fundur sveitarstjórnar Borgarbyggðar fari fram þann 7. júní næstkomandi og hefjist kl. 16:00. Þeir sem eru samþykkir vinsalast gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá komið að 18. liða dagskrá. Það
fundargerð atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar frá fundi nefndarinnar númer 46. Eva Margrét Jónudóttir ætlar að fylgja fundargerðinu úr hlaði. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar, fundamenn og áheyrendur. Miðað við það sem við afgreiddum hér fyrir í dag, þá þetta síðasti fundur atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar. Og hann var í rauninni stuttur og laggóður. Við vorum bara að klára afgreiða og ganga frá því sem hægt var. Samskiptastjóri fór yfir þau mál sem á döfinni. Við fórum yfir tilboð frá nokkrum fyrirtækjum hvað varðar heimasíðuna og fólum samskiptastjóra að taka það áfram. Við kláruðum að fara yfir drög af samstarfssamningum vegna hátíða sem við samþykktum hérna fyrr á þessum fundi. Við samþykktum tillögu að sumaropnun Safnahúss Borgarfjarðar og verður hún að vera opið virka daga frá 10 til 5 og laugadaga frá 10 til 14 og ýmislegt skemmtilegt í kortunum og ég hvet ykkur til að fylgjast með því sem að gerast í Safnahúsinu. Annars verður Héraðsskjalasafnið lokað í júlí. Svo var það val á listamanni. Það var komið að breyta því í listamannesku eins og var staðfest hérna fyrir í dag og kláruðum að fara yfir hvernig þessi yrði háttað með listamanneskuna og það búið að auglýsa eftir tilnefningum og það þarf að vera búið að tilnefna alla sem koma til greina fyrir 25. maí og svo verður listamanneskjan krýnd formlega á 17. júní og ég bara biðla til ykkar allra að tilnefna eitthvað sem að ykkur finnst mikið til koma. Það er mikið af flottu listafólki sem býr hérna í sveitarfélaginu. Fleira var það ekki á þessum fundi. Takk. Takk fyrir það, Eva Margrét. Ég gef orðið laust þessa fundargerð atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar. Það enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að hún telst þá fram lögð og 19. liður á dagskrá er hérna fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar á fundi hennar númer 46. Sigrún Ólafsdóttir ætlar að fylgja þeirri fundargerð úr hlaði. Ég ætla að óska eftir því að hún fylgi einnig úr hlaði dagskrárlið númer 21 sem er fundur nefndarinnar númer 47. Eru athugasemdir við það? Svo er ekki. Varaforseti, sveitarstjóri og aðrir áheyrendur. Þá ætla ég að byrja á því að renna hér yfir fundargerð af umhverfis- og landbúnaðarnefndar fundi númer 46. Það er fyrsta mál á dagskrá ágangur sauðfjár í heimalöndum, ábyrgð og leiðir. Niðurstaða nefndarinnar á þessum fundi var að það yrði áfram unnið að þessu máli og með það að leiðarljósi að megin áhersla væri á það að bregðast við þeim skyldum sem hvíla á sveitarfélaginu samkvæmt lögum og þetta mál er ennþá í vinnslu en svo það komi fram að þá er nefndin að funda í fyrramálið. Nú vatnsveitur í Borgarbyggð, þar er búið að vera unnin heilmikil vinna við að koma skikki á þau mál öll saman og niðurstaða 47. fundar var að miðað við þau gögn sem starfsmenn hafa aflað sér og þá vinnu sem farið hefur fram má áætla að 2 raunhæfir kostir séu í stöðunni, það er að segja að halda fyrirkomulega vatnsveitumála í dreifbýli óbreyttu eða sveitarfélagið stofni formlega vatnsveitu sem haldi utan öll veitumál á forræði sveitarfélagsins. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd telur mikilvægt að fá ráðgjöf sérfræðinga varðandi útfærslu
og valkostagreiningu á mögulegu rekstrarformi vatnsveitna í dreifbýli og horft verið til fordæma hjá sveitarfélögum sem eru með veiturekstur og reynslu þeirra. Og það var sem sagt nefndin sendi erindi til byggðarráðs til umfjöllunar og afgreiðslu og þetta mál er komið í farveg þannig að það verður farið í þessa valkostagreiningu og þá koma verkfæri til þess að halda áfram með þessi málefni. Og það skal tekið fram að við fulltrúar sveitarfélagana erum búin að eiga fund með stjórnum vatnsveitna, þannig að þetta er allt saman í farvegi og verið að reyna að vinna þetta hratt og vel áfram í rétt átt. Nú 19.3 sem er vatnsveita Álftaneshrepps, það var sérstakt umræðuefni þarna á þessum fundi og niðurstaðan var að umhverfis- og landbúnaðarnefnd vekur athygli á að einkaveitur innan einstakra jarða er ekki á ábyrgð vatnsveitna Álftaneshrepps, jafnvel þó að húseigendur greiði vatnsgjöld samkvæmt gjaldskrá. Þetta var svona ekki alveg á hreinu þarna á ákveðnum tímapunkti, en það er bara þannig að eigendur bera sjálfur ábyrgð á lögum heimað einstökum húsum. Nú 19.4 liðurinn, það er ref- og minkaeyðing og þar var sem sagt búið að fara í ákveðna vinnu varðandi það að kanna svona endurgreiðslur og annað slíkt varðandi þennan málaflokk og þarna komu tillögur sem sagt að töxtum og kvóta vegna ref- og minkaveiða fyrir árið og var deildarstjóra falið að upplýsa það fyrirkomulag sem er í gildi núna og það er mjög mikilvægt að vinna áfram að þessu máli og nefndin hefur einlegan hug á því með það markmiði að ná betri árangri á næstu árum til verndar á villtum fuglum og spendýrum og veiðimenn verða kallaðir til fundar við nefndina núna með haustinu og þá verður farið yfir stöðuna, árangur og annað slíkt og svona hugsað í hvað átt við getum farið með þetta fyrir næsta árið. Nú 19.5 verkefni vegna innleiðingar hringrásarkerfis. Það var tekið fyrir sem sagt þetta málefni og við höfum fengið fræðslu frá fyrirtækjum sem að vinna þessa vinnu fyrir okkur á undanförnu og það er búið að velta mörgum leiðum fyrir sér í sambandi við kynningar á því fyrirkomulagi sem ákveðið hefur verið að fara í varðandi úrgangsmál og það var lagt fyrir byggðarráð á fundi strax eftir þennan fund og þetta varðaði sem sagt verðkönnun og annað slíkt varðandi ílát og dreifingu. Nú hreinsunarátak 2023 að það var ákveðið að fara í það með svipuðu sniði eins og undanfarin ár og það hefur verið kynnt hvernig það er lagt upp með það í dreifbýli, bæði varðandi staðsetningu, tegund gáma og annað slíkt. 19.7 liðurinn, það er áskorun vegna sauðfjárveikigirðinga og það mál var rætt og hefur svo sem komið inn á borð nefndarinnar nokkur sinnum áður en að sem sagt riðu tilfellin komu upp í Miðfjarðarhólfi þá hefur nefndin oft viðrað þessar áhyggjur sínar varðandi viðhald á sauðfjárveikivarnagirðingum og niðurstaða 47. fundar var sú að ítrekað hefur verið bent á fjármagn til viðhalds sauðfjárveikivarnagirðinga hefur verið að skornum skammti á landinu öllu á undanförnum árum. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd Borgarbyggðar tekur undir bókun sveitarstjórnar frá fundi sveitarstjórnar nr. 238 13. apríl og skorar á Matvælastofnun og Matvælaráðuneyti að auka verulega fjármagn í viðhald á sauðfjárveikivarnagirðingum milli Mýra- og Borgarfjarðarsýsla og Húnavatnssýsla, sérstaklega í ljósi frétta af riðusmiti þar. Nefndin bendir á hagsmunir heillar atvinnugreinar eru í húfi og getur haft áhrif á matvælaöryggi í landinu ef ekki er brugðist við. Til viðbótar að þá hafa borist fregnir af því að það sé búið að útdeila einhverjum peningum í þetta. Viðbrögðin hafa verið misjöfn og telja margir að það sé alls ekki nóg og þessi eina girðing eða þessar tvær girðingar til þess að girða þessi svæði, það er í raun og veru eitt mál en það er enga síður fjárskortur til viðhalds og uppbyggingar á öðrum varnarlínum á landinu. Skulum halda því til haga. Nú þá skauta ég hér yfir næsta lið og fer yfir í lið númer 21. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd 47. fundur.
og þar var fyrst breytt fyrirkomulag á boðun reglubundis eftirlits og ný gjaldskrá og þetta var lagt fram þarna og niðurstaða fundarins var þannig að Umhverfis- og landbúnaðarnefnd felur deildarstjóra að senda Umhverfisstofnun uppfærðar upplýsingar tengiliði vegna urðunar staðarins við Bjarnhóla og Umhverfis- og landbúnaðarnefnd fagnar því að upplýsingar mengaðan jarðveg séu gerðar aðgengilegri kortasjá Umhverfisstofnunar. Og þarna fylgir með fullt af fylgiskjölum sem ég ætla nú ekki að fara sérstaklega í, en þetta heilmiklar upplýsingar sem að fylgja þessu. Nú nefndin komin í ham fyrir umhverfisviðurkenningar 2023 og það bara ákveðið að auglýsa eftir tilnefningum til umhverfisviðurkenninga líkt og undanfarin ár og það búið að opna fyrir, eða þetta verður opna fyrir rafrænar tilnefningar á heimasíðu Borgarbyggðar og frestur til að skilin tilnefningum til 20. ágúst en að gera það bara sem allra fyrst, þannig að það gleymist ekki. Nú hreinsunarátak, við héldum áfram að ræða þetta frá síðasta fundi, varðandi hreinsunarátakið allt saman og á þessum fundi þá vorum við komið með dagsetningar hvar gámarnir væru nú staðsettir á hverjum tíma og svo framvegis, þannig að það hægt að sjá það allt saman hér í þessari fundagerð. Breytingin sem þarna kemur fram að ekki verið boðið upp á gáma fyrir málmúrgang á þessu sinni en stefnt verið á hirðingu málma í haust með svipuðu sniði og undanfarin ár og það skal tekið fram að það heppnaðist einstaklega vel í haust, þannig að við bara stefnum leynt og ljóst á því að það verði gert aftur í haust. Nú stóri plokkdagurinn 30. apríl, Umhverfis- og landbúnaðarnefnd felur deildarstjóra umhverfis- og framkvæmdamála að setja auglýsingu á vefmiðla sveitarfélagsins og hvetur íbúa til að hreinsa rusl í sínu næri umhverfi. Við höfum trú á því að það hefði allir stokkið út og farið að plokka þegar þetta fór fram og viljum bara hvetja fólk til þess að hafa ekki bara einn dag heldur þetta sé bara allir dagar plokkdagar. Nú þá það 21.4 liður ágangur sauðfjár á heimalöndum, ábyrgð og leiðir og það eins og undanfarið að það hefur verið unnið áfram að þessu máli í samræmi með umræður á fundinum. Inn á þennan fund kom okkur til hals og trausts starfsmaður okkar Lilja Björg Ágústsdóttir og fór yfir ákveðin mál með okkur til upplýsinga og eins og þar kemur fram þetta mál unnið áfram. Nú 21.5 áskorun vegna sauðfjárveiki varnargirðinga. Það var rætt ástand sauðfjárveiki varnargirðinga og fulltrúar Umhverfis- og landbúnaðarnefnd sátu opin upplýsingafund vegna riðusmitts í Miðfjarðarhólfi sem haldinn var á Hótel Laugabakka í Miðfirði 18. apríl síðastliðinn og í framhaldi af þeim upplýsingum og umræðum á fundinum að þá var niðurstaða 47. fundar þannig Umhverfis- og landbúnaðarnefnd lýsir við miklum áhyggjum af ástandi sauðfjárveiki varnargirðinga á landinu. Fram kom á fundinum að MAST telur að svokölluð forgangsgirðingu sé vel sinnt. Fram kom í máli heimamanna í Miðfirði að þrátt fyrir að sé að ræða forgangsgirðingu þá sé viðhaldi ábótavant og girðingar ekki fjárhaldar. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd lýsir yfir áhyggjum sínum að viðhaldi girðinga milli Varnarhólfa 7 Miðfjarðarhóls annars vegar og hóls númer 2 Vesturlandshóls hins vegar. Einnig sauðfjárgirðingarinnar milli Snæfellsneshóls númer 3 og Vesturlandshóls númer 2 en vitað að sú girðing ónýt og ljóst að leggja þarf umtalsvert fjármagn í þá girðingu. Nefndi skorar á Matvælastofnun og MAST að axla ábyrgð á hlutverki sínu í þessum málum og krefst frekari fjármagns í málaflokkin sem fyrst í ljósi aðstæðna í Miðfjarðarhólfi. Deildarstjóra falið að koma bókun nefndarinnar á framfæri við matvælaráðuneyti, Matvælastofnun, fjármálaráðuneyti, þingmenn Norðvesturkjördæmis og sveitarstjóra innan ofangreindra hólfa. Þá það komið að lið númer 21.6 sem vatnsveitur í Borgarbyggð og þar bara niðurstaðan að þetta lagt fram þessar upplýsingar sem komu í kjölfar áframhaldandi vinnu og það sem sagt kemur þar fram að fela sveitarstjóra að hefja viðræður við ráðgjafa KPMG að vinna valkostagreiningu og það var samþykkt samhljóða. Þá komið að lið númer 21.7 verkefni vegna innleiðingar hringrásarkerfisins og niðurstaðan, ef ég bara skauta nú svona yfir þetta aðeins á hraðbergi,
Umhverfis- og landbúnaðarnefnd leggur til að grenndarstöðvar fyrir málm, textíl og gler verði settar upp til reynslu á eftirfarandi stöðum við íþróttasvæði í Borgarnesi, á Hvanneyri, við Arnarflöt og á Kleppjárnsreykjum við grunnskóla í íþróttasvæði. Þá verði hafin vinna við að koma fyrir stærri grenndarstöð fram að við núverandi gámastöð á Sólbakka og Bifröst áfram unnið að lausn mála í samstarfi við Háskólann á Bifröst. Þess utan felur umhverfis- og landbúnaðarnefnd deildarstjóra að vinna frekari upplýsingaefni til þess að birta á vefmiðlum sveitarfélagsins í samstarfi við Íslenska gámafélagið. Við fengum sem sagt mjög góða kynningu á þessu öllu frá Íslenska gámafélaginu og við höfum svona reynt að hafa það að leiðarljósi að svona allavega nýta þeirra þekkingu sem allra mest kemur að þessum kynningu. Nú þá það liður númer 21.8, leikvellir og skólalóðir. Nú á fundi ungmennaráðs í haust komu þau með gott innlegg fyrir okkur í mörgum nefndum sveitarfélagsins og þar á meðal umhverfis- og landbúnaðarnefnd sem að þeim fannst þurfa að taka til skoðunar og gera úrbætur í. Og til þess að stytta þetta aðeins þá ætla ég bara að lesa fyrir ykkur niðurstöðu 47. fundar umhverfis- og landbúnaðarnefndar þetta mál varðar. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd þakkar ungmennaráði fyrir góðar hugmyndir og samtal hvað úrbætur eru mikilvægar á leikvöllum og skólalóðum. Og það skal tekið fram að þetta var einstaklega vel framsett og skemmtilegt hjá krökkunum og þau eru virkilega góð í því að koma sínum málum á framfæri. Nú ungmennaráð og umhverfis- og landbúnaðarnefnd telja mikilvægt að fá góða kynningu á breytingum og úrgangsmálum innan skólana. Þar sem nemendur á öllum skólastigum fái fræðslu flokkun úrgangs og endurvinnslu. Deildarstjóra falið að ræða við skólastjórnendur og fulltrúa Íslenska gámafélagsins fyrirkomulag á kynningunni. Og þetta var virkilega gaman að taka þetta loka mál inn á þessum fundi með áhugasömu ungu fólki. Þannig að við þökkum fyrir það. Takk. Já, takk fyrir það, Sigrún. Þá gef ég orðið laust undir þessum tveimur fundagerðum umhverfis- og landbúnaðarnefndar, nr. 46 og nr. 47. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá teljast þær framlagðar. Þá er það 20. liður á dagskrá, það er fundagerð umsjónarnefnd fólkvangsins í Engunum, frá fundi nr. 78, málsnúmeri 2304-009. Og sú fundagerð er hér framlögð og ég gef orðið laust hana. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá er komið að 22. lið á dagskrá sem er fundagerð byggðarráðs nr. 631 með málsnúmeri 2304-007 og ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá telst hún framlögð. Og það er næst er það liður nr. 23, það er fundagerð byggðarráðs borgarbyggðar nr. 632 með málsnúmeri 2304-015. Ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Og þá er það liður nr. 24, það er fundagerð skipulags- og byggingarnefndar borgarbyggðar frá fundi nefndarinnar nr. 53 með málsnúmeri 2304-011 og Eðvar Ólafur varaformaður nefndarinnar ætlar að fylgja fundagerðin úr hlaði. Takk fyrir það. Varaforseti, sveitarstjórn og fulltrúar. Ég kemur hér upp undir liðnum með fundagerð skipulags- og byggingarnefndar nr. 53 sem haldin var þann 3. maí. Fyrir fundinum lágu 14 mál. Fyrsta mál á dagskrá var óskum umsögn. Það var það Hvalfjarðarsveit. Þarna benda á breytingar í deiliskipulagi fyrir Hafnarfjall 2 upp á að geta opnað þarna eða sett niður þarna alltaf 6 gistihús. Þetta er hérna lóðin hérna hinum megin við fjörðinn í landi Venus og niðurstaðan var sú að
skipulags- og byggingarnefnd gerði ekki athugasemd við breytinguna en vildi samt árétta að húsin yrðu lágstemmd og sjálfsögðu var endanlegri afgreiðslu vísað til sveitarstjórnar. Mál nr. 2 var að Krossnes á Mýrum, umsókn um framkvæmdaleyfi. Sú framkvæmd fólst í framræsingu á 75 hektara svæði sem áætlað að vinna tún og það þarna ákveðnar mótvægisaðgerðir sem fylgdu framkvæmdaleyfinu. Það svipað landsvæði sem mun þá fara í þá mótvægisaðgerð. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti að fela skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi en þó með því að samþykki landeigenda að þverholtum lægi og hefði borist til sveitarfélaginu. Mál nr. 3 og 4 varða framkvæmdaleyfi á námum í sveitarfélaginu. Fyrra málið varðaði námu við Borgir upp við Baulu. Þar erum við að tala 1000 fermetra svæði sem þeir áætla að taka alltaf 5000 rúmmetra úr námi sem fyrir og niðurstaðan var svo að það þyrfti að skila inn fleiri gögnum þessa efnistöku og Borgarbyggð það var líka áréttað að Borgarbyggð myndi gera þá bara almenna úttekt við endurskoðun á námu eða efnistökusvæðum í aðalskipulagi, þannig að þetta kæmi þar bara skýrt fram. Hinn náman og mál nr. 4 eru raðhólar. Það sama land undir þar, það eru 1000 fermetrar, örlítið minni efnistaka, 4000 rúmmetrar og það var bara sama þar. Landeiganda var bent á að hann geti óskað eftir því að efnisupptökusvæðið yrði skilgreint í aðalskipulagi. Mál nr. 5 varðar Ólís, það í Borgarnesi við Brúatorg. Það eru eldsneytisgeymur sem ofanjarðar og þeir eru að sækja leyfi til þess að fá heimild til að grafa jörð og að sjálfsögðu eru mjög ströng skilyrði svona framkvæmdir sem þeir að sjálfsögðu þurfa að uppfylla og þeir þurfa að grafa eitthvað þarna inn á umsagnarsvæði Vegagerðarinnar, þannig að það leyfi hefur fengist, þannig að við tókum bara jákvætt í þetta erindi og fálum skipulagsfulltrúa að ganga frá málinu í samvinnu við málsaðila. Mál nr. 6, lagnakerfi götu heitir það. Þetta snýst iðnaðarsvæðið upp á Hvanneyri. Það er verið að fara þarna að biðja leyfi til að fara í ákveðnar blágrænar ofanvatnslausnir sem þýðir raun og veru bara að rigningavatn muni tæma sig ofanjarðar ofan í ákveðin ræsi og þetta svona hlutur sem verið að kannski horfa meira til heldur en að vera að grafa langar leiðir með tilheyrandi kostnaði og skipulags- og byggingarnefnd tók bara jákvætt í þessa lausn þeirra og þannig var málið afgreitt. Mál nr. 7 varðaði fyrirspurn skipulagsmál. Þetta sem sagt í landi Signíðastaða í Hvítársíðu. Nei, Hálsi, fyrirgefðu, þannig þetta hinum með ána. Og það þá bara varðandi breytta landnotkun á hlutasvæðisins í aðalskipulagi úr frístundarsvæði yfir í verslun og þjónustu. Skipulags- og byggingarnefnd tók jákvætt í erindi með þeim fyrirvara að afstöðu aðliggjandi lóðareiganda lægi fyrir. Mál nr. 8, breyting á aðalskipulagi Borgarbyggðar, lóðir, spildur og jarðpartar. Þetta var nú framhaldsumræða af máli sem kom fyrir jól ef man rétt. Og þetta bara þá breyting á stefnu fyrir landbúnaðarsvæði og að skilgreina þá byggingamagn og annað innan ákveðinnar stærða af jörðum og það var greinargerð þarna lögð fram sem tók af þeim meðal annars þeim umsögnum sem hefðu borist og þannig að skipulags- og byggingarnefnd lagði til við sveitarstjórnar að samþykkja þessar breytingar og auglýsa það í framhaldinu eins og lög gera ráð fyrir. Mál nr. 9, aðalskipulag, endurskoðun og vinnslutími.
þetta var bara svo sem lagt til fram til kynningar og var svo sem ekkert rætt meira en það. Svo voru bara lágu fyrir afgreiðslufundir skipulagsfulltrúa númer 9, 10, 11 og 12 eftir breytingar á vinnureglum hjá okkur þá kemur þetta núna svona fyrir nefndina. Þau hafa ákveðið rétt á að klára ákveðin mál á þess að þurfa að funda það í skipulags- og byggingarnefnd en þau sjálfsögðu þurfa að leggja það fyrir nefndina. Og það sama á við afgreiðslu byggingafulltrúa sem voru mál númer 13 og 14 og það var bara lagt fyrir nefndina. Annað ekki gert og fundi slitið. Takk fyrir. Takk fyrir. Það var, ég gef orðið laust þessa fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá komið að síðasta lið á dagskrá, það fundargerð fræðslunefndar frá fundi nefndarinnar númer 220 með málsnúmer 2304-021. Og Eðvarð Ólafur fylgir fundargerð fræðslunefndar úr hlaði. Já, takk fyrir það aftur. Varaforseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfólk. Fundur fræðslunefndar Borgarbyggðar númer 220 var haldinn 4. maí og fyrir fundinum lágu, minni 9 mál, það lágu 11 mál. Og fyrsta mál á dagskrá var svona bara loka yfir ferð á skóladögum fyrir leikgrunn og tónlistarskóla fyrir næstkomandi skólaár og það átti eftir að taka þarna á einum lið sem varðaði opnun eftir jólafrí. Og það lá fyrir tillaga að skólarnir hefðu eða getur ákveðið það bara hver skólaeining fyrir sig en það var mælt með því eftir samtal við viðkomandi aðila að það yrði frestað opnun frá til klukkan 10 í öllum skólum í sveitarfélaginu. Mál númer 2 var lagt fram til kynningar. Þetta varðar hinsegin fræðslu í grunnskólum Borgarbyggðar. Þetta á nú við allt landið og það svona verið að, þetta var eins og segja, var bara lagt fram til kynningar og það eru þarna ákveðin samtök sem heita Samtökin 22 sem að svona að benda það að ákveðin fræðsla sem að Samtökin 78 hafa sinnt í gegnum tíðina hefur kannski ekki náð til allra þeirra einstaklinga sem þeim finnst vera út undan og þau voru bara að kynna það fyrir okkur að það fengju allir að vera með í þessu fræðslu sem að fer fram í grunnskólanum. Mál númer 3, þetta var lagt fram til kynningar einnig. Ég mæli með að sveitarstjórnarfulltrúar kynni sér öll skjölin sem liggja þarna undir. Þetta alveg áhugavert á margan hátt. Þetta heitir úthlutun og ráðstöfun fjármagna fyrir alla í grunnskólum. Þetta mjög viðamikil gögn sem liggja þarna undir og eins og ég segi, ég mæli bara með að fólk skoði þetta bara vel. Þetta tekur ansi þvert yfir sviðið og þetta eru góðar upplýsingar sem þarna eru. Mál númer 4, barnamenningarhátíð á Vesturlandi 2022. Ég ætla bara að fá að taka undir orð sveitarstjóra hér þannig að fylgja okkur úr hlaði. Þetta bara einstaklega skemmtileg og lífleg hátíð sem setur heldur betur svip á sveitarfélagið okkar. Ég búinn að reyna að sækja svona flesta staði en ég pínu sekur. Ég á ennþá eftir að heimsækja nokkra staði. Ég ætla að reyna að klára það á morgun og það bara frábært að sjá hversu mismunandi áherslur eru hjá okkur hér og þar í sveitarfélaginu. Þetta mjög fjölbreytt. Hátíðin heitir náttúrulega OK eins og flestir vita og það kannski bara gaman að sem flestir sagði sér fært að mæta í þetta hús hér í menntaskólanum á laugardaginn þar sem að loka hátíðin fer fram milli 13 og 14. Bara hvet íbúa sveitarfélagsins og bara alla til að koma og
og náttúrulega að kíkja á þessa viðburði hér og þar í sveitarfélaginu. Mál númer 5, farsæld á fyrsta ári samantekt ráðherra. Þetta eru þessi frægu lög sem við höfum vitnað í ansi oft hér í þessu púlti og þetta er bara ágætis skýrsla upp á í manni. Hún er nú ansi löng og bara, það sé ekki einhverjar 30 síður og einnig mjög góðar upplýsingar sem þarna koma fram. Endurmenntunarsjóður grunnskóla 2022, þetta er liður númer 6 og þar var tekið svo ákvörðun að sækja styrki sem snúa að og sem verður notaðir í að auka kynfræðslu í grunnskólum og líta svolítið til sprotaverkefni þennan Þóru Geirlaugar sem hún hefur verið að gera upp í grunnskóla Borgarfjarðar. Þannig að þetta var bara mjög jákvætt. Mál númer 7, Ytramat leikskólinn Ugluklettur. Kristín Gísladóttir, skólastjóri Uglukletts, kom til fundarins og kynnti þessar niðurstöður fyrir okkur. Og Kristín nú þeim galla eða kosti gædd að hún nú ekki að klappa sig mikið á bakið. En ég verð að segja að þessar niðurstöður úr þessu ytra mati eru vægast sagt glæsilegar og enn og aftur finnst mér gaman að geta sagt frá því hér að ég held við séum alveg einstaklega vel sett með leikskólann okkar og þeir eiga bara mikið hrós skilið fyrir metnaðarfullt starf. Við erum aðeins búin að taka máli númer 8 sem er nemendafjöldi næsta árs á Varmalandi. Þannig að ég ætla nú bara að skauta yfir það. Mál númer 9, reglur vegna efnilegra ungmenna sem leggja stund á íþróttir, tómstundir og listir í vinnuskóla Borgarfjarðar. Þetta hefur verið gert í sveitarfélaginu svo lengi sem ég man og snýr það að þeir sem eru efnilegir í íþróttum og að sinna landsliðsverkefnum og annað eðlilega geta ekki sinnt vinnuskólavinnunni kannski eins vel og aðrir en fái þá borgað í samræmi við jafnaldra. Mál númer 10, kynning á sumarfjöri á vinnuskóla. Sigríður Dóra Sigurgeirsdóttir kom til fundarins og kynnti fyrir okkur vinnuskóla og sumarfjörið. Og hvað varðar vinnuskólan þá verður örlítið breyting á honum frá fyrri árum að því leyti að nú verður horft til og það er komið styrkur fyrir þessu verkefni að verkefni sem heitir skapandi vinnuskóli sem lítur kannski svolítið að því að það verði horft svona listrænt á kannski ákveðin verkefni. Við þekkjum nú þessa stiga og veggi sem hafa verið málaðir í regnbogaleitunum sem dæmi en það verður svona meira listskapandi starf inn í vinnuskólanum í sveitarfélaginu okkar í sumar og ég held að þetta sé bara mjög skemmtileg nýbreytni. Við verðum með starfsstöðvar í Borgarnesi, Hvanneyri, Bifröst, Kleppjárnsreykjum og Hvanneyri náttúrulega, ég held ég hafi gleymt því en á svona öðru leyti verður svipastarf og verið hefur. Og bara eins og fyrr þá hefur 7. bekkur einnig getur óskað eftir að vinna þarna tímabundið. Sumarfjörið verður með bara svipuðum hætti og hefur verið. Við verðum með starfsstöðvar í Borgarnesi og svo á að reyna að halda út í sumarfjöri á Hvanneyri í 8. til 18. ágúst. Já, og svo sem bara þetta verður með sama hætti og verið hefur. Síðasta mál á dagskrá, mál númer 11, er breyting á opnunartíma sundlaugin á Kleppjárnsreykjum. Ingunn Jóhannesdóttir, forstöðumaður íþróttamannvirkja, kom til fundarins og kynnti fyrir okkur iðkunartölur á Kleppjárnsreykjum og Kleppjárnsreykjum síðastliðinn vetur og fræðslunefnd leggur það til að samræmt verði þar á milli sundlauganna á Varmaland og Kleppjárnsreykjum
Það er semst lokaða varmanandi þannig að við erum að leggja til lokun yfir vetrartíman af því að okkur finnst ekki með þær tölur sem að þarna komið fram að það væri forkastanlegt að halda úti þessu starfi því miður. Og fleiri ekki gert og fundið slitið. Takk fyrir það, Eðvar. Ég gef orðið laust þessa fundargerð fræðslunefndar. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Og þá er dagskrá fundar tæmd. Ég þakka fundarmönnum fyrir góðar og málefnalegar umræður og sveitarstjóra starfsmanni fundarins fyrir sín störf og segi fundi slitið.